Jæja, Endless fucking Dark. Hvað að frétta? Allt gott að frétta. Við erum drullu góðir. Ok. Hvað haldið þið strákar að sé samanlagt mikið af bleki á húðinni á okkur? Það eru mörg slíf. Við erum með 3, 4, 5. Það er með heila bringu hérna. Nú er ég búinn að vera að gera smá heimavinnu og í þessu post-hardcore dóti verður maður að vera með tattoo. Ef þú ert ekki með tattoo, ertu ekki acceptable? Er það bara ekki sens? Það þarf ekki, en það er miklu betra. Það selur miklu meira að vera heilsjóraður. Ef ég myndi vilja vera í post-hardcore bandi og ég væri með bara clean líkama. Það verður aldrei frægur. Aldrei frægur? Aldrei. Er það eina leiðin í átt af vinsældum að vera með tattoo? Já. Ok, strákar, segið mér eitt. Hvað eru þið búin að vera starfandi lengi? Við erum búin að vera starfandi síðan 2005. Hljómsveitina. Eru allir í bandinu búin að vera saman frá upphafi? Nei. Ég er búinn að vera síðan í júní. Kærlinn. Það eru 4 uppbúðlegir. Já, 4 uppbúðlegir. Hver eru það? Það er ég, bróður minn hérna og hinn bróður minn hérna og svo er það Og þessi hérna. Ólsararnir eru upprunalegir meðlimir. Voruð þið umulegir þegar þið voru bara 4? Þurftu að bæta við hljómsveitarmeðlum til þess að það myndi actually sounda vel? Við sko 3 grundfyrirlingur, Rúnar þarna, Rúnar ég og Gummi. Það eru 3 grundfyrirlingur. Eru það að halda í sveitablóðið þegar þið geta pælið eitthvað síðan ná í eitthvað úr Hafnarfirði? Breiðholtinu, eitthvað svoleiðis? Þetta er góð spurning sko, þetta er bara algjörlega random. Hvað segja post-hardcore rockarinn við því ef ég myndi kalla ykkur emo kids? Það eru Þú myndi vera á barinn. Sorry með mig, nú fyrir strákar sem að vita ekkert um sönna og ég myndi kalla ykkur emo núna. Þannig að leiðrétta mig og segja mig af hverju. Það er bara leiðrétt af því að við erum ekkert eitthvað, það er ekkert svart ský yfir okkur, við erum ekkert gerðandi yfir lífinu sko. Við erum bara gaman að Við erum ekkert að skera okkur og eitthvað svona shit sko. Við erum bara nýju. En af hverju eru þið samt svona betri? Af hverju er alltaf að öskra? Já, Rúnar. Reyndar. Hvað kemur þetta öskra? Ég öskra til dæmis, ef ég rek tánna utan í borðið heima, þá er ég alveg Við höfum fjalla öllum að reyka tanna í eitthvað. Segjum svo að þú myndir reka tánna ógeðslega fast í ísskáp núna. Geturðu gefið mér dæmi um það sem þú myndir gera? Það er bara að taka hérna. Eitt öskur. Já. SÆL! Strákar, mér langar að spyrja ykkur og ég beini þessari spurningu á okkur alla. Hver er uppáhalds Disneymyndin ykkur? Og af hverju? Lion King. Af því að hún er bara vel skrifuð og bara falleg. Þetta er Phil Collins. Já, maður. Ég segi bara Lion King líka. Ég fætti að segja, hún er líka ógeðslega heitt ljón, hvað heitir hún? Já, rosalega heit sko. Er ekki væntanleg plata frá okkur? Það er ekkert komið út official plata, eða eitthvað? Já, við gáum bara út sjálfur, en á svona litla plötu 2011, 5 miljónir. Bróðið minn sem er 11 ára gaf út plötu sjálfur í daginn. Er ekkert að fara að koma eitthvað official Endless Dark dæmi? Í enda ársins. Þá við erum að vinna... Byrjun 2013. Þetta verður svona... Þá verður fyrsta svona stóra plata, svona 12 eða eitthvað. Er þetta fyrsta sinn sem þið spila á Airwaves? Nei, þetta er þriðja. Jó, þetta er þriðja. Fyrst getur mitt, ég get að fara á Airwaves. Hvað er það sem gerir Airwaves öðruvísi með við önnur gig? Pressan? Nei, ég meina pressan á ennsku, hvað heitir þetta? Pressan? Já, the press. Ekki pressan, þetta the press. The press. Já, fullt af liði og þetta hérna, Túborg er gott. Hvernig er með post-hardcore, þú veist, þið verða að mæta í ræktina á hverjum degi eða hvað? Bara þeir tveir. Ok, hversu margir... Er það eitthvað svona lágmark á band? Hvað haldið þið getið lyft miklu í back samanlagt? Allir? Fokkaði mikið, sko. Hvað er meðal maður? Þú ert ekkert ekki með? Ég veit það ekki. Rúnar, þú... Samanlagt, allir 7. Segjum bara... Tonn. Tonn? Þetta er áskorun til Endless Dark. Getið þið lyft rappara í back. Ég vil segja honum. Ok. Aftur! Endless Dark er að...